Við byrjum á götubílaflokki með rás nr. 1. Þar Steingrímur Þorsteinsson, 23 ára, ekur Villi 74 með 360 MC mótor. Stefán Gunnarsson, Íslandsmeistarinn frá í fyrra, 23 ára, ekur Villi 66 með 307 Chevy. Og síðan það Þórður Gunnarsson, hann með rás nr. 3, 29 ára, ekur Ford 42 með VAF 6 Buick. Og nr. 4 Sigurður Ólafsson, hann 30, ekur Villi 66 með 350 Chevrolet vél. En Guðmundur Sigvaldason mætti ekki til keppni en hafði þó skráð sig. Og þá fer hér fyrstur Steingrímur í fyrstu þraut. Hann fær aðeins 150 stig af 300 mögulegum. Það var mjög laust í öllum brautum þarna sögur í Grindavík. En hér það Stefán. Hann fer heldur lengra, fær 175 stig. Þeir fá greinilega ekki mjög mikið tillöp þarna. Það aðeins bíllengd en þá það Þórður. Hann tekur þarna eitt dekk, fer stutt og fær 125. Þórður hafði mætt á æfingu nokkru fyrr og þá braut hann ýmislegt, en hér Sigurður Ólafsson og hann fær aðeins 100 stig. En Þórður mætti á æfingu á þriðjudaginn fyrir keppnina og þá braut hann drif og drifskaft. Svo litlu munaði að hann kæmist í þessa keppni. Þá það önnur þraut og þar byrjar Stefán Gunnarsson. Það talsverður hlíðarhalli hér fyrst. Síðan þarf að taka krappa hægri beygju til þess að fara inn í annað hlið. Smá hlíðarhalli og upp snarbrattabrekku. Og bílinn gengur ekki alveg nógu vel hjá honum. Hann fær 150 stig, komið 325. Þá það Þórður. Hann verður ekki var við þennan hlíðarhalla. Fer nett í gegnum hliðið, fer heldur lengra, fær 205 stig. Og þá það Sigurður Ólafsson. 350 Chevrolet vél. Hann tekur þarna dekk í hliðarhallanum. Fær refsingu fyrir það. Og síðan annað hér í öðru hliði og fer stutt 110 stig, fer hann komið 210 stig. Og þá það Steingrímur Árni. Og hann ekkert að hika við þetta, fer fyrir utan hliðið og ætlar sér upp, en fer ekki og fær stóran mínus fyrir að sleppa þessu hliði. Fær aðeins 90 stig fyrir þessa þraut þó hann færi lengst í inni. En þá það þriðja þraut. Og það Þórður. Laus sandbrekka. Og reyndar var einn bíl úr sérbúnaflokknum búinn að skuttlast yfir í þessa braut og grafa svolítið úr henni og gerði hana heldur verri. Það var Sigurður. Það vantar ekki kraftinn hjá honum. 210 stig fær hann. Og það var Steingrímur Árni. En það greinilega ekki alveg nægilega góð fjöðrun, 115 stig. Hann hoppar þarna þannig að hann hefur litla stjórn á því hvert bílinn fer. Þá það Stefán. Og það eins og bílinn þoli engan halla hjá honum. Hann fær greinilega ekki nóg bensín þarna, fær aðeins 140 stig. Og staðan eftir 3 þrautir það þannig að Þórður Gunnarsson efstur með 520 stig. Í öðru sæti Stefán Gunnarsson með 465 stig. Sigurður Ólafsson í þriðja sæti með 420 stig. Og Steingrímur Þorsteinsson með 355 stig. Það stefnir í það að Þórður Gunnarsson fari með sigur á hólmi hér í þessari keppni. Hann mætti nú reyndar aðeins til þess að vera með eftir því sem hann sagði mér. En gekk vel í fyrstu 3 þrautunum. En hér fer Sigurður Ólafsson í 4. þraut. Það 30 stig, hún reyndist mjög erfið þessi þraut neðst í henni fyrir 30 skiltin. En brekkurnar eru merktar. Á 3 stöðum, 30, 60 og 90 stig. Það 3 dómarar sem að gefa þessi stig. Og þeir fá samtals frá þessum 3 dómarum aðeins 30 stig. Og hér var nú Stefán óheppinn. Hann misti þarna afl, hefði nú trúlega farið upp á. Þórður fer af stað með látum en hættir við hans 30 stig. Þarna hefði Stefán Gunnarsson trúlega getað skotist upp í fyrsta sæti ef vel hefði gengið.
er það Steingrímur Árni hér í 5. þraut. Hann fær mínus fyrir að bakka í þessari þraut. Hann má þá bakka eina bílinn og niðurstaðan stuðara. Nei, hann missir gripið augnablik. Fær 185 stig, 570 er hann það komið með samtals. Þetta var nú ótrúlega óheppni. Ég held að hann hafi verið að leggja sig bara drengur. Segðu mér, Heiðar Már Guðmundsson, viltu koma ekki? Steingrímur Árni leggst þarna á hliðina. Rétt til að sýna okkur hvernig þessi bílar líta út að neðan. Og enn reynir Stefán, en það er sama sagan. Hann átti í vandræðum með Blöndunga. Blöndung. Svelti vélina Blöndungurinn, þannig að það vantaði meira bensín. Og hann fær aðeins 140 stig hér, komið 685 stig. Þannig að það er ljóst að hann tapar trúlega úr öðru sætinu. Þá er það Þórður. Ford 42 og VAF6 Buick. Hann fer alla leið, 285 stig. Og hann er nánast öruggur þá með fyrsta sætið. Sjá hvað Sigurður Ólason gerir hér, síðan er ein þraut eftir og tímabraut. Og Sigur, nei. 240 stig, hann hætti þarna við alveg á brúninni. Það mætti fjöldi fólk þarna. Það verður að segja þeim jeppaklúbbsmönnum að aðgöngumiðasalan gekk ekki nægilega vel. Það var að minnsta kosti klukkutíma, 3–4 kílómetra löng biðröð. Hins vegar byrjaði keppnin á slaginu 2 eins og það hefur verið auglýst. Og þeir áhorfendur sem mættu seinna en það mistu af fyrstu þrautunum. En hér í 7. þraut ætlaðir allir greinilega upp. Hér fer Steingrímur Árni, 270 stig og hér er lokastaðan. Þórður Gunnarsson varð í fyrsta sæti með 1392 stig, Sigurður Ólafsson með 1276, Steingrímur Þorsteinsson með 1134 og Stefán Gunnarsson í 4. og síðasta sæti með 1098 stig. Og það er því Þórður Gunnarsson sem leiðir Íslandsmótið. En þá förum við yfir í sérútbúnarflokkinn. Hér er með rásnúmer 1 Guðbjörn Grímsson, 29 ára, ekur heimasætinu 89. Þann fór þarna í fyrstu þrautina og braut drifskaft og varð að hætta keppni. Sverrir Þór Einarsson, 28 ára, ekur geltinum 89 með LS7454 Chevrolet-vél. Svo kölluð Big Block, Árni Kópsson, 28 ára, hann ekur heimasætinu 90 módel með 350 Chevrolet-vél, það verður 350 hestöfl. Guðbergur Guðbergsson, 29 ára, á Jepster 90 með 350 Chevrolet. Sérsmíðuð keppnisvél, Einar Benediktsson, 37 ára, á Bronco Grind 74 módel með 302 Ford. Gunnar Guðmundsson, 32 ára, á Jepster 67 með 350 Chevrolet. Sturla Jónsson, 24 ára, Grind 60 hefur hann skýrt þennan bíl, 74 módel 360 AMC. Gunnar Guðjónsson, 30, ekur Willys 47 með 383 Chevrolet. Það er 350 vélinn og búið að bora hann út og stækka sprengirýmið. En þá er það fyrsta þraut og hér er Sverrir Þór að fara annar bíll í þessa þraut. Guðbjörn Grímsson braut drifskaft og stúd á millikassa í fyrstu tilraun og Sverrir Þór fékk 150 stig. Og þá er það Árni Kópsson á heimasætunni. Og hér vantar ekki kraftinn. Fær 300 stig og finnst greinilega lítið til torfæruna sem slíka. En þá er það Guðbergur. Og hann fer alla leið líka. Það er 285 stig. Þeir hafa trúlega dreigið á hann og dómararnir fyrir að stoppa þarna í þessum hálfa sekundu þegar hann kom upp á fyrri fallinn. Og Einar fer alla leið. Nei.
Hann stoppar hérna augnablik og fellir dekk, fær 270 stig. Og þá það Gunnar Guðmundsson. Webster. Hann fer í fyrrabarðið, fellir 1 dekk og klárar þetta síðan á 285 stigum. Og Sturla. Hann fer hér fyrir utan í fyrsta hliði og fer ekki lengra en þetta, fær 195 stig. Svo heldur á langt til vinstri í upphafi í brautinni. Þá það Gunnar Guðjónsson. Hann fer alla leið. Fær 300 stig eins og Árni og þá þeir efstir og jafnir með 300 stig eftir eina þraut. Þá það þraut nr. 2, Einar Benediktsson fer hér fyrstur. Það upp þessa brekku og síðan kemur smá hliðarsving til þess að fara í gegnum hlið og síðan upp sömu brekku og götubílaflokkurinn átti að fara á hann, en komst ekki. Einar fer alla leið, tekur þó eitthvað að dekkja með sér 255 stig komið 405 alls. Þá það Árni Kópsson. Hann kom nú þarna við dekk strax í upphafi. Hann læðist hér yfir brúnna. Og það geysilegt afl í bílnum hjá honum, fær 300 stig þrátt fyrir að snerta dekki strax í startinu. Þá það Guðbergur og hér mist hann afl á vökvastýrið, þannig að hann réði ekki lengur við hann, fær aðeins 25 stig og þetta kann að reynast honum dýrkeypt. Og það var nú Sverrir Þór sem fór áðan, þar sem að ég talaði með Einar væri á ferð, en hér hins vegar Einar og hann notar sama ráði og Steingrímur Árni í götubílaflokknum á hann, sleppti einu hliði, fær hans 180 stig. En Sverrir Þór fór á hann og fekk 255 stig. En hér það Gunnar Guðmundsson. Og ætlar hann ekki að hafa það upp? Jú. Það virðist nú ekki ganga almennilega mótorinn hjá honum, 210 stig. Þá það Sturla. Hann nú þegar búinn að fella 2 dekk. Þá þýðir ekkert fyrir Sturla annað en að klára þessa þraut, fara alla leiðina upp ef hann ætlar að fá eitthvað að stiga mótorinni. Þarna fer hann út úr þriðja hliðinu, en upp fer hann, fær 200. Nú við gerum örstutt hlé á torfærunni en það eru tíðindi úr Hafnarfirði, færi á báða bóa í Hafnarfirði en nú halda jeppamenn áfram. Þá það Sturla. Hann nú þegar búinn að fella 2 dekk. Þá þýðir ekkert fyrir Sturla annað en að klára þessa þraut, fara alla leiðina upp ef hann ætlar að fá eitthvað að stiga mótorinni. Þarna fer hann út úr þriðja hliðinu, en upp fer hann, fær 210 stig, 405 stig alls. Hann fær sömu stigatölu og Gunnar Guðmundsson, þrátt fyrir að Gunnar kemist ekki upp. Og þá það Gunnar Guðjónsson á viðlýsnum. Upp í hopp. Það vantaði aðeins meiri ferð. Strákarnir á undan honum búnir að grafa brautina svolítið. Staðan eftir 2 þrautir í sérútbúnarflokknum. Árni Kópsson efstur með fullt úr stiga 600 stig. Gunnar Guðjónsson með 525 stig. Gunnar Guðmundsson 495 og Einar Benediktsson með 450 stig á Ford grindinni með minnsta mótorinn 302 kubik eða 302 rúmtommur eins og það heitir. En þriðja þraut og hér fer Árni Kópsson fyrstur. Og hann fer
fer alla leið. Hún var röstutt þessi þraut, byrjaði í mikilli lausamöl og hér vantar ekki kraftinn. Það er eins og hún sé gefið gott drag í afturendan, eða henni réttara sagt, heimasætunni. Og þá fer Guðbergur. Hér var Guðbergur að fara af stað í háadrifinu, en hann lætur það ekki stöða sig. Fer alla leið og fær væntanlega 300 stig. Og Gunnar Guðmundsson. Nei, hann missir ekki nægilega góð fjöðrun. Bíllinn byrjar að hoppa og hann missir grip. Það hans 220 stig, en hér ætlar Sturlaður. Og það er sama sagan og Gunnari. Hann hoppar bíllinn og Sturla ræður því ekki hvert bíllinn fer. Gunnar reiði því þó en vantaði smáferð. Hér lagðir Sturla sér yfir í braut fyrir götubílaflokkin og fór illa með hana og fær aðeins 160 stig. Hann ætlaði nú samt að halda áfram og reyna að fara upp. En þá er það Gunnar Guðjónsson. Það virðist gerast það sama hjá honum eins og í þrautin áðan. Hann nær ekki að hafa hjólinn á hörðu niðri. Hér fer Sverrir Þór og hann fer í loftköstum og beygir milli við stöng og bíllinn var kolrangaður að framan. Sverrir Þór var hér að hætta keppni. Þá er það fjórða þraut og hana fer fyrstur, Guðbergur. Fer þetta létt, fær 300 stig. Já, það ætlar að verða hún dýrt að fá aðeins 25 stig í annari þraut. Gunnar Guðmundsson, Guðbergi hefur gengið vel. Gunnar, já, upp fer hann. En það er ljóst að þetta barð verður erfiðara með hverri ferð. Í afturhjólinn ná að klóra úr bakkanum og gera frákastið meira. Og hér fer nú Sturla alveg með brekkuna. 255 stig og 820 stig er þá Sturla komið. Þetta kann að verða erfitt fyrir Gunnar Guðjónsson. Nei, hann fer upp á... Nei. Hann drap á bílnu hér. Þetta er dött án og spurningin er hvort hann kemst upp. Já. Og 280 stig. Hann fær mínus fyrir að stoppa áður en afturhjólinn fóru í gegnum efsta hliðið. Og þá er það Árni Kópsson. Hann heimtar stuðning áhorfenda við þessa þraut. Já. Hann læðir þó öðru afturhjólinn í gegnum hliðið og fær 280 stig, komið 1180 stig. Það skiptir ekki máli hvaða leið menn fara niður. Það er aðeins afturhjólinn sem þurfa að fara í gegnum hliðið sem er þarna upp á brúninni. Og Árna tekst fyrir Guð og Lukku með hjálp Guðs og Lukku að laumaður afturhjólinu hérna í gegn og bjargar sér síðan meistaralega með því að nota aflið í bílnum og keyra sig niður úr þessu. Glæsilega gert hjá Árna, en maður fer hins vegar ekki svona með heimasætur. Og staðan eftir 4 þrautir, Árni Kópsson er enn efstur með 1180 stig, Gunnar Guðmundsson með 1015 stig, Gunnar Guðjónsson 945 og Guðbergur með 910 og saknar trúlega þessara 250 stiga sem hann tapaði í þraut nr. 2. Nú, Sigríður Ragnarsdóttir var skráð í þessa keppni en mætti ekki til leiks. Einar Benediktsson varð að hætta þarna. Sverrir Þór var einnig að hætta eftir þessa þraut og Guðbjörn Grímsson var hættur eftir fyrstu þraut. Það er ekki rétt að Sverrir hafi hætt þarna, heldur komst hann ekki í þessa ákveðnu þraut. Hér fær Gunnar aðeins 90 stig. Það sé Gunnar Guðmundsson. Guðmundsson.
Tekur hlið þarna strax í upphafi, fær 85 stig, 1030. Og nú skal lífið, hugsar Árni örugglega. Og hann tekur flugið, brýtur hér afturdrif. Fær aðeins 135 stig. Og það voru góð ráð dýr núna fyrir Árna. Hann var ekki bara höggul í drifrásinu aftan. Fékk hann eins og að lána það úr gömlu heimasættunni. En hér fer Guðbergur. Og hann fer lengst en greinilega svolítið óheppinn hér. Hann rekur hægra afturhjólið utan í brún og skuttlast þversum í brautinni. Við sjáum þetta betur hér. Hér fer afturhjólið í kant og skuttlar bílnum yfir. Og það verður þess valdandi að hann fer ekki alla leið. Hér fer þá Sturla. Telja rétta og þeir gefa honum aðeins 32,5 stig. Sturla þá komið 852,5. En hér kemur hins vegar Sverrir Þór sem að Tíðindi í Hafnarfirði, sótt á báða bóa þar og Heimir Karlsson er tilbúinn með myndir úr firðinum. Já, KM hafi ekki gefist upp hér, þó þeir hafi gert breytingar á sínu liði. Arnar Bjarnason, hann er kominn inn á fyrir Örn Arnarsson og leikur KM-liðsins hefur frískast mjög mikið og lifnað við. En hér er það Pálmi, við skulum sjá, skot en yfir, en rétt í þessu, áður en við komum hérna inn, að þá áttu KM stór hættulegt færi og við sjáum það hér. Bjarni Jónsson á hér stór glæsilega sendingu á Ormar Örlygsson og Ormar ákveður að spyrna boltanum fast að markinu. Og Þorsteinn Bjarnason ver, boltinn skoppar þarna með línunni og enginn KM á réttum stað og því miður fyrir þá fór boltinn ekki í netið. Þannig að staðan er enn hér í Kaplakrika 1-0. Og við skulum fylgjast með þessu horni. Guðmundur Valur tók það sýndist mér og eins og ég segja þá er staðan 1-0 fyrir FH og þetta var reynda Þórhallur Víkingsson sem tók þetta horn þarna og spyrnti boltanum aftur inn á teig, en Haukur sem að má segja að hafi staðið sig frábærlega í marki KM-manna, spyrnti þarna frá marki og ef að Haukur hefði ekki átt þetta góðan dag í dag þá var ekki svo gott að segja hvernig staðan væri hér í Krikanum í dag. Nú við skulum láta þetta gott heita hérna í bili úr Hafnarfirði og við komum aftur ef eitthvað markvert gerist. Þakka fyrir þetta, Heimir. Við gerum hlé á fótboltanum í bili en förum aftur yfir í jeppa. En við vindum okkur hins vegar beint í síðustu brekkuna fyrir tímaþraut og hér fer Sturla fyrstur. Fá hér örlítið tilhlaup, enda brekkan það bil 300 metra löng. Og fyrirfram var ekki reiknað með því að bílunum gengi svona vel að fara upp þessa brekku. En Sturla ætlar hér alla leið. Það er miðbygg brekkuna sem hallinn er mestur, hann fær hér 300 stig. Og þá er það Gunnar Guðjónsson. Og bíllinn byrjar að hoppa hjá honum. Við erum margbúin að sjá þetta í þessari torfærukeppni. Og þegar að bíllinn byrjar að hoppa svona, þá er ekki mannaræðin að slaka á til þess að reyna að fá bílinn til þess að jafna sig. En það var Gunnari hins vegar ofviða. Og hér fer Sverrir Þór. Hér vantar ekki orkuna. Og fjöðrunarbúnaðurinn gerir það verkum að þessi bíll hoppar ekki neitt. Hann losar aldrei hjól og Sverrir fer alla leið. Hann fær 300 stig en í þriðju þraut þá beygði hann millibílstöng að framann. Virtist vera hættur keppni en mætti aftur.
og kláraði þessa þraut með glæsibrag, en hér fer heimasætan með Árna og nú er að sjá hvernig gengur. Þessi heimasæta er mun afl meiri heldur en heimasætan í fyrra. Það á hins vegar eftir að koma betur í ljós þegar að líða tekur á sumarið. Hvort að fjöðrunar-búnaðurinn sé jafn góður og í þeirri gömlu sem reyndar er nú kölluð frú, eða frúinn. Árni fór alla leið og hér kemur Guðbergur. Guðbergur er með 350 Chevrolet vél úr áli og hann keypti þessa vél tilbúna að utan og hún skilar jafnstefnum alla leið. Guðbergur var óheppinn að missa drifið, það er að segja stýrið, vökvastýrið úr sambandi þarna í annarri þraut. Það er 300 stig. Þá er það Gunnar Guðmundsson. Hann þarf greinilega að vera með vélina upp á miklum snúning og í einhverjum vandræðum með ganginn, en hann virðist þó ætla hér alla leið. Já. Allir fóru þeir upp nema Gunnar Guðjónsson og þá erum við komin í tímabrautina. Þar náði Guðbergur Guðbergsson lang besta tímanum. Hann tók undan skófludekkin og setti undir miklu léttari og nettari dekk. Hann hefur gífilega keppnisörku, hann Guðbergur, og hann var í 4. sæti fyrir tímabrautina. Og með því að keyra tímabrautina svona hressilega og glæsilega þá tókst honum að skjótast upp í annað sætið, fær 323 stig. En hér er þá tafla yfir refsistig fyrir utan brautirnar. Árni Kópsson fékk 50 stig í refsingu fyrir það að hlýða ekki fyrirmælum keppnisstjórnar. Gunnar Guðjónsson mínus 100 stig, Gunnar Guðmundsson 50, Sturla Jónsson 50, Sverrir Þór mínus 50 og Guðbjörn Grímsson mínus 110 stig fyrir að mæta of seint. Og þess má geta að keppendur eru núna suður í Grindavík að dreifa grasfræi í þeir torfærur sem voru eknar þarna, en lokastaðan varð hins vegar svo að Árni Kópsson var í 1. sæti, Guðbergur Guðbergsson í 2., Gunnar Guðmundsson í 3. og Sturla Jónsson í því 4. með 1421,5 stig. Þá